Ef þú vilt breyta útliti appsins, það er letri, bakgrunnslit og fleira, þá ferðu inn í bók og hún opnast. Kápan og spilarinn birtast. Efst hægra megin á skjánum, þegar þú ert inni í bók, birtast 4 tákn. Fyrst birtist svæfingarmöguleiki. Þar getur þú látið afspilunin að slökkva á sér sjálfkrafa eftir ákveðin tíma. Næst kjörstillingar afspilunar. Þar getur þú hægt eða hraðað á lestrinum. Þarna möguleiki að stilla hopp fram og aftur í bók. Þú getur valið leturstærð, stækkað letrið. Þú getur valið leturgerð og útlit á símanum, það lit bakgrunns og lit texta. Ég vel til dæmis hér svartan texta á gulum bakgrunni, segi í lagi og þá bakgrunnur orðinn gulur. Næst getur þú valið að setja inn bókamerki. Þá kemur tilkynning að bókamerki hafi verið búið til. Í síðasta valmöguleika getur þú farið inn í efnisyfirlit og séð efnisyfirlit bókarinnar sem þú ert í og í flipanum við hliðin á séð bókamerki sem þú hefur búið til. Það getur verið gott að nota bókamerki þegar verið að lesa undir próf eða eitthvað slíkt, til að geta farið aftur á ákveðna staði.